Þetta er Knarrarnes á Mýrum, eina byggða eyjan við Faxaflóa. Í síðasta þætti var stiklað 3 af Vestfjörðum, en á leið þangað vestur er flogið yfir ótal eyjar á Breiðafirði og í Faxaflóa, sem flestar eða nær allar eru óbyggðar, en blasa við 20.000 flugfarþega sem ferðast þessa þjóðleið loftsins. Áður fyrr skipti það fólk mörgum hundruðum sem átti heima í þessum eyjum. Fyrir vestan Knarrarnes er Hjörsey, stærsta eyjan fyrir Mýrum, þrefalt stærri en Viðey og stærri að flatarmáli en Grímsey. Þetta er grösug eyja og á henni voru mörg býli, en nú er aðeins fólk í henni að sumarlagi. Flugleiðin vestur liggur yfir Stykkishólm, en úr Stykkishólmi eru helstu samgöngur við Breiðafjarðareyjar, sem við sjáum þarna út við Sjóndeildarhringinn, í mynni Hvammsfjarðar. Fjölmargar þeirra eru stutt frá hólminum. Sú var tíðin að prentsmiðja var í Hrafnsey, enda mikið mannlíf og menning í eyjunum. En nú er aðeins Brokey byggð á sunnanverðum Breiðafirði. Og í öllum þessum eyjum er margt að sjá. Fyrir austan Þórsnes sem Stykkishólmur stendur á eru margar smáeyjar, Skoreyjar, Seley, Helgafellseyjar, Geitareyjar og Gvendareyjar. Í þeim flestum eru rústir sem vitna þær nytjar sem í eyjunum var að hafa. Á mestu harðinda árum fyrr á öldum þóttust þeir hólpnir sem komust út í Breiðafjarðareyjar, því að þar þraut matbjörgina aldrei. Breiðafjarðareyjar eru eitt þeirra 3 fyrirbæra á Íslandi sem talin voru óteljandi og þær bjóða því upp á geysilega fjölbreytni. Á Vesturlandi á íslenski haförninn enn griðland sumstaðar, hér verður Arnarhreiður á vegi okkar, Assa situr sem betur fer fastast á veggjunum en bóndinn flýgur upp. Flugleiðin liggur yfir Flatey á norðanverðum Breiðafirði. Þar þraukar byggð enn þótt hún megi muna sinn fífil fegri. Þarna er þorp sem er eins og leikmynd eða draugabær. Þar búa 30 manns núna, en þetta var blómlegt fyrr á öldinni og mikið athafnalíf. Flatey er kannski þekktust fyrir Flateyjarbók, sem Brynjólfur biskup Sveinsson fékk að gjöf 1647, en gaf Friðriki III Danakonungi árið 1656. En bókin kom svo heim til Íslands fyrir 13 árum þegar að Danir skiluðu henni. Við horfum norður til Barrastrandar, en 11 kílómetra fyrir vestan Flatey liggur Oddbjarnarsker, lítill hólmi á Breiðafirði miðjum fyrir opnu hafi, gott dæmi gjörbreytta þjóðfélagsháttu. Á flóði stendur hann aðeins 9 metra upp úr sjó. Á þessum litla hólma voru alltaf 30 verbúðir á sinni tíð og þarna höfðust við á annað 100 manns á vertíð. En eyjan liggur nálægt fengsælum fiskimiðum og í móðuharðindunum er sagt að tugum manna hafi verið bjargað með því að flytja út í Oddbjarnarsker. Þarna er allt kveikt af sel á klöppunum og mikill bægstagangur. Helgisey liggur 8 kílómetra norður af Flatey. Þessi eyja er kannski þekktust vegna sögu Gísla Súrssonar, en Ingjaldur Hergilsson leyndi útlaganum þarna. Og það eru margar búðir og tóftir sem sjást á þessari eyju eins og víðar á Breiðafirði. Syðst á eynni er Stuðlaberg, Vaðsteinaberg heitir það. Ingjaldur vildi ganga þarna upp og verjast Berki hinu digra og hætta þar með lífi sínu fyrir Gísla Súrsson, og Ingjaldur mælti þessi fleygu orð við Börk þegar hann hótaði að drepa hann. Ek hefi vond klæði og hryggir mig eigi þótti slíti þeim eigi gerr. Og eyjan er vörðuð af Stuðlabergi í báða enda. Í síðasta þætti komum við yfir fjöllin milli Arnarfjarðar og Dýrafjarðar sem stundum eru kölluð Vestfirsku Alparnir. Þar liggur þjóðleiðin yfir Hrafnseyrarheiði, en út með sjónum er eins og rispað strik í hamrastál. Þar liggur annar vegur sem Elís Kjaran hefur dundað við að gera á lítilli ýtu. Hann var að ryðja veginn fyrir sumarið þegar við hittum hann. Þetta er örugglega hrikalegasti vegur landsins. Elís lauk síðan við að leggja vegarslóðan og loka hringnum. Þetta er tæplega 20 kílómetra langur vegarslóði og þar með komið hringleið Arnarfjörð og Dýrafjörð, þó vart fær fólksbílum. Þetta eru Lokinhamrar og fjallið Skeggi. Þar býr Sigurjón Jónasson. Aðeins 2 bændur búa í Lokinhamradal sem nú eru komnir í vegasamband.
báðar áttir. Sigurjón mjög góður fjárbóndi og glöggur, en handan við ána bærinn Hrafnabjörg þar sem Sigríður Ragnarsdóttir býr. Á hvorugum bænum rafmagn né sjónvarp og í illviðrakafla í fyrravetur var símasambandslaust við bæina í 3 vikur. Ég þarf að fá fleira. Já, bara aftur að baka aðeins. Lokinhamrar og Hrafnabjörg eru ystu bæir í Auðkúluhreppi, en miklu innar í Arnarfirði norðanverðum eru Auðkúla og Hrafnseyri, hið forna höfuðból og fæðingarstaður Jóns Sigurðssonar. Niðri við þjóðveginn eru rústir af bæ frá landnámsöld og skipsnaust Hrafns Sveinbjarnarsonar, eins göfulindasta og mesta stórmennis á Íslandi á Sturlungaöld, 22 metra langt. Bærinn að Hrafnseyri stendur nokkuð fyrir ofan þjóðveginn uppi í Hvammi. Við göngum með Hallgrími Sveinsinni bónda á Hrafnseyri og skólastjóra á Þingeyri staðinn áður en haldið áfram inn með firðinum. Á túninu fyrir neðan bæinn bautasteinn með lágmynd af Jóni Sigurðssyni eftir Einar Jónsson myndhöggvara. Ekki víst að allt væri svona hér ef Jón Sigurðsson hefði ekki fæðst hér. Já, hann hér til 17 ára aldurs og þá fer hann suður til Reykjavíkur og gengur beint undir stúdentspróf úr skóla föður síns sem var prestur náttúrulega hér og hérna bjó hann alveg undir nám. Og svo tók hann próf hjá Gunnlaugi dómkirkjupresti í Reykjavík. Já. Og Jón réri hér í Verðdölum hérna fyrir utan mér segja? Jú, hann gerði það náttúrulega sem frægt var og vildi vera upp á heilan hlut en ekki hálfan. Já. Sem unglingur og fékk það í gegn. Já. Það beygðist snemma krókurinn til þess að verða vildi. Ofan við bæinn einn veggur baðstofu gamla torfbæjarins sem gerður var upp árið 1951 að tilhlutan Sveins Björnssonar forseta. Já, hér skjöldur með áletruninni gamla bæjarstæðið. Hér stóð baðstofan sem Jón Sigurðsson fæddist í 17. júní 1811. Já, akkurat. Þegar að séra Böðvar kom hér aldamótin síðustu, þá kom hann hér eiginlega köldum kofum. Bærinn var að hruni kominn og hér hafði geisað berklaveiki mitt á þeim árum. Svoleiðis að hann fékk eiginlega skipun það að rífa bæinn. Og það var gert, en fyrir einhverja tilviljun þá var þessi veggur eftir. Og það eina sem uppi standandi af fæðingarbæ Jóns Sigurðssonar. Það hefði verið gaman ef við hefðum haft hann allan, en það ekki það að tala í dag. En svo hefum við hér allu nýrri mannvirki sem tengjast Jóni Sigurðssyni. Já, hérna göngum við inn í minningarkapellu og safn Jón Sigurðssonar, inngangur hér inn. Já. Þetta allt saman nýtt. Já, já. Já, þessi kapella, hvernig kviknaði hugmyndin hana? Já, það var þannig að Ásgeir Ásgeirsson, fyrrum forseti Íslands, hann stofnaði sjóð til minningar Dóru Þórhallsdóttur, konu sína. Og tilgangur þessa sjóðs, hann var sá að reisa hér á Hrafnseyri minningarkapellu Jóns Sigurðssonar. Og þessi kapella, hún var tekin í notkun árið 1980, í ágúst, þegar að menn minntust hér 100. ártíðar hans. Nú, það verður að segja það að Ásgeir Ásgeirsson, hann var alla tíð driffjöðrinn í framkvæmdum hér á Hrafnseyri og þegar hann var alþingismaður þá var hann formaður Hrafnseyranefndar sem hefur stýrt hér framkvæmdum og seinna þegar hann var forseti þá hélt hann áfram að vera formaður þessara nefndar. Kapellan tekur 80 manns í sæti. Í Hrafnseyranefnd eru nú Þórhallur Ásgeirsson, Halldór Kristjánsson, Hannibal Valdimarsson, Ágúst Böðvarsson og Jón Páll Halldórsson. Í kapellinu eru 4 steindir gluggar teknar af Steinþóri Sigurðssyni, 3 gluggar á suðurhliðinni eiga minna á Jón Sigurðsson og þjóðlíf og menningu á hans tíð. Og þarna eru einkunnarorðin eigi víkja. Á
Á norðurhliðinni er gluggi í minningu Hrafns Sveinbjarnarsonar gefin af Læknafélagi Íslands, en Hrafn er talinn fyrsti menntaði læknir á Íslandi, hann lærði í Salerno á Ítalíu. Úr kapellunni er innangengt í safn Jóns Sigurðssonar. Einar Laxness, Lúðvík Kristjánsson og Steinþór Sigurðsson hefðu veg og vanda af safninu, en á því eru alls 256 hlutir, mest ljósmyndir. Þetta er einn af svona safngripunum, getum við sagt. Já, þetta er nú einn af fáum safngripum í þeirri merkingu. Og þetta er ferðakoffort Jóns Sigurðssonar, sem hann hafði með sér undir sínar jarðneskar eigur þegar hann fór hérna frá Hrafnseyri. Það er komist fyrir í þessu litla kofforti. Já. Nú og seinna mun hann hafa notað þetta eitthvað í Kaupmannahöfn þegar hann bjó út í Kaupmannahöfn, sem hann bjó náttúrulega megnið á ævi sinni. Og þetta koffort gáfu, eins og hér stendur, gjöf til safnsins frá Agli Ólafssyni og Ragnheiði Magnúsdóttur á Hnjóti í Rauðasandshreppi. Þarna er líkan af torfbænum á Hrafnseyri eins og að leit út á dögum Jóns Sigurðssonar, og skammt frá getur að líta sýnishorn af ritverkum Jóns á ýmsum tímum, en hann var óhemju afkastamikill, fjölhæfur og vandvirkur fræðimaður. Þarna eru skriffærin og ýmsar ritgerðir. En hæst ber forystu Jóns í þjóðfrelsisbaráttu þjóðarinnar. Þjóðfundurinn 1851 sést hér í málverki Gunnlaugs Blöndals og þarna er lokahluti gerðabókar fundarins sem Benedikt Gröndal ritaði. Á safninu eru fjölmargar ljósmyndir og myndir af Jóni á ýmsum aldurskeiðum, auk fjölmargar mynd af samtíðarmönnum hans og myndum frá Íslandi og Danmörku. Enda þótt margar hópmyndir séu þarna, er Jón einn á öllum myndum sem af honum eru, nema einni. Það er nú eiginlega dálítið merkilegt með það að þessi mynd sem við stöndum hérna hjá núna og mun vera nokkuð svona brúðkaupsmynd af þeim hjónunum, að þetta er eina myndin sem að ég veit til að tekin hafi verið af honum með annarri persónu á. Ingibjörg Einarsdóttir, kona Jóns, sat í festum í hartnær 12 ár frá því að þau Jón heitbundust og þar til þau giftust. Það þætti mörgum bið í lengra lagi nú á dögum. Þeim hjónum varð ekki barna auðið en ólu upp systurson Jóns. Í Brekkum norðan við bæinn er að vaxa upp myndarlegur skógur sem byrjað var að gróðursetja 1968 undir stjórn Odds Andréssonar. Þar eru viðjur orðnar á 3. mannhæð. Heimalingurinn Hnoðri og hundur frá næsta bæ fara með okkur þangað ásamt Hallgrími. Já, þetta er hundurinn Snæbjörn. Já. Og honum var nú eiginlega komið fyrir hér í sveit eins og gengur. Já. Hákon nágranni okkar hérna á Hjallkárseyri, hann bað hana Guðrúnu mínum að taka hann að sér í sumar. Hann er að venja annan hund og þessi Snæbjörn, hann var svolítið afbrýðisamur og fékkst bara ekki til að fara út úr húsi hvað þá annað og hún tók hann fyrir hann. Hann kann vel við sig hér. Já, hann kann prýðilega við sig. Þetta er vitug skepna. Viðdvölin á Hrafnseyri verður nú ekki lengri, við förum í loftið og inn með firðinum. Innarlega í honum hinamegin fellur dynjandi á niður af fjallinu fyrir ofan dynjandi vog í fallegum fossum. Efsti fossinn og stærsti heitir Dynjandi eða Fjallfoss. Bæði nöfnin eiga sér harðsnúna fylgjendur en orðið Dynjandi verður notað hér. Þetta er mesti foss Vestfjarða og einn mesti foss landsins. Fellur á brúninni niður 100 metra hátt, bungumyndað berg með smá stöllum. Efst er fossinn 30 metra breiður en 60 metra breiður neðst. Neðar eru svo smærri fossar, Hundafoss, Strokkur, Göngumannafoss sem gengt er bakvið, Hrísvaðsfoss og Sjóarafoss eða Bæjarfoss en neðstur. Og þessi smáfossar eru æri stórir þegar að þeim er komið. Frá Dynjandivog liggur vegurinn út Urðarhlíð út í Mosdal. Þar voru áður 5 bæir byggðir en nú er aðeins byggð á 2, Ósi og Laugabóli og aðeins 3 manneskjur í öllum dalnum. Leiðin er ekki fljótfarin, slangur að girðingarhlíðum á leiðinni
og brúð á. Við bæinn Ós eru 2 hlið með stuttu millibili. Raunar var 1 hlið á veginum í Urðarhlíð, en rétt fyrir neðan það við veginn reyndist vanta í girðinguna og hafði verið svo lengi. Já, svona smáatriði vekja athygli ferðamannsins og fylla hann þeirri kennd að hér sé komið í dal sem er veröld út af fyrir sig. Loka þessu hliði og svo áfram, en Adam ekki lengi í paradís. Auðvitað liggur mönnum ekkert á hér. Á Ósi búa feðgarnir Pétur Sigurðsson og Björn sonur hans. Þeir hafa 400 fjár, Björn er að reka féð þegar við dundum við girðingarhliðin og förum síðan yfir Ós á. 3 eyðibílar eru fyrir ofan, 1 í eigu Ósfeðga, 2 í eigu Laugabóls. Þetta er horn. Og þetta virðast alltaf vera örlög jarðanna í Mosdal, þar sem nú búa aðeins 3 manneskjur eins og áður sagði. Eldavélar eru hér á báðum hæðum, líka þeirri sem fallin er ofan af. Fornir siðir hafa löngum verið lífsegir hér í Mosdal. Hér blótuðu menn til dæmis á laun eftir að kristni var lögtekin og byggðu hof í hvarfi upp í Hornskvilt. Og lengi var sagt að galdramenn byggju í Mosdal og er kunnastur Jóhannes á Kirkjubóli, en það er eyðijörð þarna rétt hjá. En við höldum áfram út að Laugabóli þar sem Aðalsteinn Guðmundsson býr. Laugaból dregur nafn af laug sem er í landareigninni og var gerð þar sundlaug. Fyrir ofan bæinn í Hrafnssonagjótum sem svo eru nefndar er sagt að synir Hrafns Sveinbjarnarsonar hafi leynst eftir víg föður þeirra. Við stönsum mjög stutt hér á bænum í stiklunum okkar. Frá Aðalbóli sést vel inn á Glámu fyrir ofan botn Borgarfjarðar. Aðalsteinn er hér með fjárbúskap og var það tilefni til blaðafrétta fyrir nokkrum árum þegar hann fékk aðstoð varðskips til að flytja sig yfir í Geirþjófsfjörð til Smölunar. En æðarvarpið er það sem allt stendur hér og fellur með. Það er burðarás tilverunar og þarf ekki að fara langt frá bænum til þess að ganga fram á kollu á hreiðri. Dauður vargfugl minnir á að vel þarf að gæta varpsins og bæja frá því öllu sem skaða gæti það. Aðalsteinn er orðinn þjóðsagnapersóna á Vestfjörðum og fóru sögur af því að hann stæði í heyskap á haustin og þessi jafnvel dæmi að tekið væri inn hey í desember. Haft er eftir Aðalsteini að nóvember hafi oft reynst sér drjúgur heyskapartími. Hann leggur geysimikla rækt við æðarvarpið og uppsker í samræmi við það. Það er vel skiljanlegt að annar búskapur falli í skuggan á svona stað. Hér hafa fengist allt að 40 kíló af dúni. Aðalsteinn hefur haldið dagbók árum saman og dagbækur margar og allt er þetta undir kontról hjá honum eins og sagt er. Oft er þetta að laða æðarfuglinn til varps með því að hagræða fyrir hann, svo að heppilegt hreiðurstæði myndist. Sums staðar nota menn reyndar hjólbarða til þess að útbúa hreiðurstæði en Aðalsteinn þarf ekki á því að halda. Og fuglarhæðan er vel gerð. Þarna er æðarkóngurinn. Já, Alli er stoltur af æðarvarpinu sínu. Og heima á bænum er allt fádæma snyrtilegt þó að húsið sé komið til ára sinna.
Hér sést yfir að Hrafnseyri, prestar þar áttu að þjóna Mosdal og Mosdælir áttu að gera prestunum aðvart ef einhver þyrfti á prestþjónustu að halda með því að kveikja bál á svonefndu reykholt eða reykhól. En Mosdælir voru lengi heiðnir og héldu við sitt. Það er sagt að þeir hafi oft kallað á prestana í ófæru veðri og komið 2 prestum fyrir kattarnef með þessum hætti. Hrafnseyramegin við fjörðinn er bæri Hjallkárseyri á örlítilli eyri undir fjallinu. Þetta er eins og sjá má eitthvað minnsta bæjarstæði á landinu. Ótrúlegt að þarna sé búið, en það er það. Það er áreiðanlega ekkert venjulegu maður sem þarna býr. Flestir sem fara þjóðveginn halda að þarna sé einhver útihús. En væru húsin ekki, þá myndi vegurinn liggja beint áfram þessa litlu grastungu, en vegurinn verður að sveigja fram hjá húsunum og er varla pláss fyrir bæði veginn og bæinn. Þarna hefur Hákon Sturluson búið einn ásamt hundi sínum og fé undanfarin ár. Ekki í húsinu sem er næst okkur, heldur í húskofa fjær. Þar nýtir hann ylinn frá kindunum. Hjá Hákon er margt með öfugum formerkjum. Hann hefur til dæmis þveröfuga skoðun við alla aðra á þeim tíðundum sem við færum honum að verið sé að opna fjallveginn í báðar áttir. Hvernig líst þér á það þegar að fer að opnast hérna aftur? Og það er alveg djöfull. Er það djöfull? Já, það er allir friður búinn. Já. Það er mikið umferð hérna framhjá þér, rétt hérna framhjá þér? Já. Já. Þér líður þá miklu betur hérna yfir veturinn heldur en á sumrin? Já. Ha? Já, ef allt er lokað. Já, er það best? Já. Já, þá ertu alveg í friði? Já. Þú áttu heima á Þingeyri áður en fluttist hingað, var það ekki? Nei, ég hef nú aldrei átt þar heima, ég var þar af vetrinum. Já, og hér á sumrin? Já. Og varstu búin að vera mörg ár hér á sumrin? Nei, bara svona flækingur. Já, þú hefur gaman af því svona að vera upp til fjalla og... Já, helst þar sem ég sé engan. Helst þar sem þú sér engan, já? Já. Já, svo þetta er eiginlega bölvanlegt að við skildum koma hérna í hlaðið. Já, ekki er ég hrifinn af því. Nei, en þú er svona... Ég sé að þú veiðir hérna, hangar hérna 2 refir í dyrunni hjá þér? Já, þeir eru nú hérna 3 fyrir framan mig núna. Já, óskotnir. Já, en þeir eru nú ekki farnir ennþá. Nei. Já, þú veiðir svona, hefur gaman að veiðskap? Nei, ekkert nefn bara svona kringum tóu. Já. En núna síðustu 3 árun hefur verið hér að vetralagi líka, já. Er þetta ekki erfitt að búa hérna svona einn og með þennan lítil þægindi? Þægindin eru nóg fyrir mig. Já. Erfitt, mér fannst það nú erfitt í það minnsta á sinnið og skafsmunina, þá var það nú erfiðar á Þingeyri. Það var erfiðar á Þingeyri, já? Ó, já. Maður beið eftir bara vorin að koma staðan í burtu. Já, hingað. Já. Hér sem sagt að líður þér alveg hreint svoleiðis stólpa vel. Og nei, og anskotin. Er það ekki? Nei. En bara þú vilt eitthvað gerast að vera? Mér líður bara ennþá verið í Kaupstað. Já, það er þannig? Já. Já, þetta er allt bölvað? Já. Ertu nokkuð til fiskjar hérna? Nokkuð aðtöða hrollkelsi eða neitt? Nei. Þú ert bara með þínar ær og einhverja hesta, er það ekki? 2? Jú, það eru 2 básar þarna, þeir eru nú tómir. Já. Og hundarnir eru hér, notar þá í veiðiskap? Nei. Ekki neitt? Nei. Þessi eldri, hann er orðinn aldrei gamall, er það ekki? Jú. Hvað er hann gamall þessi? Ég man það ekki, 10 ára. Já. Og kallaður Snæbjörn, eða heitir hann Snæbjörn? Hann heitir það. Hann heitir Snæbjörn? Hann var skírður það. Hann var skírður? Já. Með auðsinn vatni og allt? Já, hann var kastað í læk. Hann var kastað í læk? Já, poll. Svo þú ert kristinn vel eða hvað? Já, svona í háði og spotti. Já. Ekki öðruvísi. Já, það er þannig, já. Einhvers tíma heyrði það sagt að þið væri kallaðir jafnvel feðgar, þú og hundurinn, þegar þið væri svo samlindir. Hver var það? Stóri Grímur? Nei, það var nú... Sem það sagði það? Það nú ekki, við erum búin að þæla svona hérna, við man ekki hver segir. Það hlýtur að vera, því hann er nú alltaf með þetta. Er það? Já. Já. En þetta er nú, hvað heyjarðu mikið hér? Hvað þarftu mikið ofan í þetta féð? Og ég veit það ekki. Þú heyjar nú? Þetta er nú lítið tún. Ég heyj ekkert hér. Er það ekki? Ég heyji nú Raustöðum. Já, kemur með það hingað? Já. Já, þú ert með dráttarvél og svona... Já. Og heiminsluvélar ertu með eitthvað? Jú.
Sem þið skortir ekki neitt. Nei. Ætlar að vera hérna alveg hreint, þú ert ekki að hugsa Þangað til ég drepst? Já. Já, ætli það ekki? Þú ætlar að vera það, já. Já, ætli ég drepist ekki hérna? Hefur aldrei verið hætt komið hérna þegar þú ert að þælast hér á fjöllum hávetur eða fara eitthvað? Nei. Aldrei neitt? Nei, þetta er svo þægilegt að vera svona einn, sko, það er enginn sem býður og maður getur lagst niður bak við næsta stein og farið að sofa, beðið eftir góðu veðri. Já, þú hefur kannski gert það stundum? Og ég ekki segja það nú. Ég hef nú staðið að mig jél, Já. en ég hef nú lítið sofið. Já, þú orðið að grafa í fönn nokkuð tímann? Nei, það hef ég aldrei gert. Nei. En ferðu eitthvað að þú skýtur rjúpu eða eitthvað svoleiðis? Ekki neitt? Nei. Bara ref? Já. Er ekki eitthvað að minnka það? Jú, ég læt hann eiga sig. Er það ekki leiðinda að skepna þér? Jú, en viðbjóður. Já. Það langar þið aldrei til að frétta á hann? Ég geri það nú ef að þeir komi í færi. Ég hef skotið 4 minka. Já. En þú ert ekki með síma hérna? Nei. Og vilt ekki tafa hann? Ég hef ekkert með hann að gera. Nei. Á sumrina þá er mikið ryk hérna bílunum, það er ekki gott fyrir það að fá rykbundi hérna í kringu þig? Jú, það er nú eiginlega það eina sem að mér finnst nú ekki gott hérna og það er djöfusins rykið. Helvítis vegurinn er orðinn opinn. Já. Já, það mætti kannski aðeins, þeir mætti nú sletta hér ofan í hann fyrir þig. Já, ég held það. Já. Einhvern tíman annan eins djöfulsins óþarfa, eins og það eru með rykbindi efni hérna fyrir oddan. Já. Þú ert með húfu og staðarskál í Hrútafirði. Ferðast þú nú eitthvað samt þáttur það? Já, ég var þar starfsmaður. Já, þú varst þar? Já, ég er svo víða búinn að vera. Er það? Já. Þá hlýt ég að hafa séð þig áður? Nei. Aldrei? Ég hef svo oft átt leiðið staðarskál, ég hlýt að hafa séð þig. Já, ég hef ekkert verið að flækjast neitt fyrir fótunum á Ómar Ragnarssoni. Nei. Það er nefnilega það. Ertu búinn að vera víða, já, í staðarskál á Víðaraland kannski? Í Reykjavík kannski ekkert? Ég var í Reykjavík nokkur ár og gafst upp á því. Já? Já. Við hvað varstu í Reykjavík? Ég var sjó, togurum og bátum. Lestu eitthvað? Nei, ég les ekkert. Það er eins og það stendur hvað skal blindum bók. Já. Þú lest ekki neitt, en þú hefur útvarp og eitthvað? Ég hlusta einstöku sinnum á veðurfréttir og búið. Og búið ekki hann svona fréttirnar sjálfar? Nei, mér finnst ekkert í fréttum, sko, þetta helvítis útlenda kjaftæði. Djöfulinn kemur mér við þó þeir drepi eitt og eitt kvikindi einhvers staðar út í heimi. Já. Já, en þú ferð á mannamót hérna og samkomur svona einstakar sinnum, eða ekki? Jú, ég hef minnst það nógu oft. Já, ég hef séð myndað þér svona í góðra vinna hópi og einhverju samkomu, sá ég, einhver staðar á bæ hérna. Ertu í hreppsnefnd kannski? Nei. Nei, þú það ekki. Hefur séð mynd af mér? Einhver staðar sá ég myndað þér. Ég bara man ekki hvar, ég er búinn að fara það í það. Það hefur verið þegar Vigga blessunum kom hérna. Já, einmitt. Já. Já, þú fór nú þangað. Já, var það ekki? Jú. Og heilsaður upp á hana? Hvað heldur þú? Og þótti henni ekki vænt að sjá svona hressina kall? Jú. Ha? Jú, held ég að ekki farið og heilsað upp á hana til hvers heldur maður hefði verið að kjósa hana nema til þess. Já. Hún yrði forseti. Já, þú vildi fá kannmann í forsetaembætti? Já, alveg tvímælalaust. Já. Svo það ætti kannski ekki illa við þig að eiga heima á Álftanesinu, verða kannski ráðsmaður hjá henni? Það er nú ekki ónýtt fyrir útlendingarna að sjá einn almennilegan vestfiskan Íslending þarna. Nei, það segir þú satt. Það segir þú satt. Kannski þú gæti nú út af með pláss hjá henni. Já. Já, Hákon hefur kosið sér líf sem er ólíkt því sem við eigum að venjast, líf veiðimannsins, bóndans og einfarans. Og þarna hinum megin er svo hús sem hann notar ekki, það hefur nýlega verið flutt hingað en er efri partur á húsi á Þingeyri sem hann fékk. Hugsaði þér, sagði hann við mig, öryggisleysið ef ég hefði síma, þá væri margbúið að leita að mér, en með að ég hef ekki síma saknar mín engin og ég er frjáls. Og sjáu þér refaskinin. Það er frjálvíktanum. Það er frjálvíktanum, segir hann. Og hann hefur viðrað það við kunningja sinn að hann vilji láta heyja sig í báti sínum upp á hól eins og fornmenn gerðu. En refaskinnin eru eftirsótt og margir vildu sjálfsagt eiga hvíta refaskinnið sem hangi þarna við húskofan.
Það væri náttúrulega ef hún Vigga mín myndi biðja það. Já, það væri kannski það eina. Það held ég, en hún á nú hvítan ref. Já, þetta er þjóðhöfðingjaskinn greinilega. Það má segja að við höfum komist í villta vestrið á Íslandi, villibráðin hangandi og hausarnir úti á kassafjallaborði. Munurinn er sá að þetta er ekki kúreki, heldur fjárbóndi. Og við röltum með Hákoni niður að fjárhúskofa við veginn ásamt hundinum Káti sem er ungur og Hákon er að ala upp til þess að taka við af Snæbirni gamla. Sem að verður að senda út að Hrafnseyri fyrir bragðið. Já, hana nú. Kátur minn, verði nattur. Þetta var stuttur dans en við hittum Hákon kannski aftur seinna. Burðarás byggðarinnar hér er innan við Hjallkáseyri við Botnborgarfjarðar, það er mjólkárvirkjun sem fær afl úr mjólkurlituðum árstraumunum sem falla niður hlíðina. Vélasamstæði var tekin í notkun fyrir fáum árum þannig að virkjunin á væntanlegt er að standa fram á næstu öld. Við hana starfa 3 fastráðnir menn. Á veturna framleiðir hún að jafnaði 2–3 megavött en ástimplað afl er 8 megavött. Hún er háð úrkomu og miðlunin er ekki mikil en það hafa verið ágætt vatnsár undanfarið. Í hlíðinni fyrir ofan virkjunina spyrjum við Guðmund Kristinsson stöðvarstjóra hvort þetta sé ekki einhver einangraðasta virkjun landsins. Trúlega, það má held ég fastlega gera það fyrir því. Ég veit ekki eina sem er með verið samgöngur. Kemur það sér ekki stundum illa fyrir ykkur að þið þurfa að halda þessu í gangi að vinna? Nei, ekki svo mikið sko. Þetta er nú gert ráð fyrir því í upphafi að við séum lokaðir, þannig að það er nú gengið út frá því í byrjun, en það er náttúrulega komið upp bilanir og þá er náttúrulega erfiðleikar að koma tækjum og öðru til að gera. Það verður þá að koma báti sjóleiðina frá Bíldudal? Já, þetta hefur nú ekki komið fyrir nema einu sinni. Þá var hér stór bilun og þá komum við með traktorskröfu og loftbor og fleira. Þetta kom allt hingað á prömmum og gúmmíbátum, snjósleðar og fleira. En það hefur komið fyrir náttúrulega vesturlína hefur dottið alveg út, það ekki? Þá aldeilis stendur upp á ykkur? Jú, þá á okkur og náttúrulega þá sem mynda framleiðslunni í kerfinu. Það erum við náttúrulega kannski að stæðstu hluti, en svo komur náttúrulega dísilvélarnar á móti, þannig að þegar mest er álag þá er þetta svona 30–40% sem að við skaffið í neysluna þegar mest er. En börnin verður það ekki að fara þá í skóla á hvaða Þingeyri eða? Nei, skólinn er til staðar hérna. Hann er hérna skóli hér? Já, skólinn er hérna á staðnum og það er kennt full kennsla og skólastjórinn er ein konan hérna á staðnum. Já. Og það eru 4 börn í skóla, 1 hérðan eins og er og 3 frá Rauðkúlu. Já, fyrir hreppinn þá. Já. Já, svo þetta er skóli fyrir Rauðkúlu? Já, þetta er skóli fyrir Rauðkúlu hrepp. Hann er nú til bráðabirgða staddur hér því að aðsetur skólans er á Hrafnseyri. Hjallkáseyri er ekki langt hér frá. Hákon Sturluson hefur talsverð samskipti við þá hér í virkjuninni, enda var hann eigandi jarðarinnar og á jörðina Rauðstaði sem er þarna rétt hjá. Hákon er úti á báti á veiðum með Guðmundi Hagalín sem starfar hér við virkjunina. Þeir eiga bát hér í Mjólká og einn þeirra hefur verið að dunda við flug. Nú eru þeir á leiðinni í land. En hver var á veiði hjá þeim Guðmundi og Hákoni sem er nú komið með húfu gerða úr pappíspoka? Þetta eru 150 rauðmaður úr 30 grásleipur eitthvað slíkt. Já, og hvað getið þið gert við þetta allt? Ég til þetta að gefa vinum og kunningjum. Já. Saltað og reykt. Já. Ég veit ekki hundrarnir mikið á þér, Hákon? Og þeir geta nú orðið leiðir á þessu eins og ég. Það hugsa ég. Já. Jú, við þurfum svona 15 stykki soninguna. Já, þú og hundarnir? Já. Já. Við étum ekki einu sinni í viku. Er það ekki? Nei, þú voru að taka það með í reikningin. Já. Þú hefur alltaf nóg að bíta og brenna? Já. Engið vandrar með... Ég brenna engunum í pípunni, sko. Já. Hann drepur nú alltaf kind og kind þegar hann er farin að svelta. Já. Já, það er nú þægilegt fyrir þú að það er ekki langt fyrir að fara. Ó, nei. Ég sé að þú ert að smíða þarna nýtt hús við hliðin á hinu. Ætlar ekki að flytja þangað einhvern tímann? Ég hugsa
tíma ekki að fara úr hinu, ég kann svo vel við mig í tófugrenni. Já, en mikill hiti af, það er mikill hiti af kindunum. Já, hestarnir maður. Já. Já, það er áreiðanlega hlýra heldur en nýra húsið. Það er engin vaf á því, þó að blás og fenni gegnum þetta. Þarftu aldrei að kynda neitt upp eða? Nei, bara bæti fötum. Já, Já. Er það aldrei orðið kalt að það? Nei. Hvað segir þið? Já. Það er sagt að svo vondum og venjast á gott þykji. Já. Og þér þykir þetta bara gott? Já. Þú hefur nú líka slarkað ýmislegt dagana eftir sjós og lands. Og ekki segja það nú. Það held ég nú ekki. Þú sagði nú við mig hérna daginn að þú hefði verið í Staðaskáli 4 ár. Já, nú hef ég búinn að týna húinni. Já. Svo ég get ekki sagt það aftur. Nei. Nei. Ekki þessi hú á Staðaskála þú. Já, það væri nú hægt að skrifa á hana kannski. Kleinu feita fókjum mjólk á. En þú hefur aldrei verið í Staðaskála eitthvað? Aldrei komið þar. Þú hefur svolítið gaman að svara svona forvitnum flækingum í svona út úr. Já, það er alltaf gaman að því. Það gerir Ómar Ragnarsson líka. Jú. Þegar hann er að veiða kellingarnar til að fá það til að kjafta við sig. Þú ert ekkert að veiða kellingarnar? Nei, lítið var en lokið er. En varst ekki samkvæmismaður svona hér á árum áður? Maður lifandi, það var allstað þar sem einhver glömu var. Er það? Já. Þú varst í sjós, var ekki völlur áður og komst í land? Hvað heldur þú? Því að ekki orðið að vera eins og hinni? Já. Já. Það held ég. Spekulurðu aldrei í pólitík þarna svona þegar þú... Nei. Ekkert í pólitík? Nei. Hættur að hlusta útvarp. Sérstaklega ef pólitík í því. Síðan Steingrímur vinnur minn skreið nú til hans þannig hvað heitir hann? Geir Hallgrímsson. Já. Þegar þið fóru nú báðir í sömu flessangina sko þá. Var þér öllum lokið þá? Já. Hefur aldrei trúið á Sigfús Steingrím? Nei. Það hefði ég ekki gert. Þú ert ekkert harður í svona pólitík? Ertu ekki harður í byggðapólitík? Viltu byggðastefnu eða viltu bara leggja niður landbúnað á Íslandi eins og sumir? Nei, mér finnst að það ætti nú að leggja niður sko allar stóriðjur og svoleiðir sko. Leggja það bara niður? Já, anskotans vitleysuna þarna í Straumsvík og svoleiðis, Grundartanga. Já. Þeir eiga að vera með þetta helvíti einhvers staðar upp á eyðimörkum. Já, þetta er nú hálfgerð eyðimörk í hrauninu, en ekki... Já, en þegar þeir fara nú að setja þetta niður í Eyjafirði líka. Já. Ekki er það nú, eyðimörk. Þið lýst ekki á það? Nei, mér finnst það eigi ekki að vera með þetta helvíti þar sem gróður er. Þetta drepur allan gróður. Finnst þér þá ekki ástæða til að við séum að reyna svona að auka þjóðarframleiðsluna eða eigum við bara að vera nægjusamir eins og þú? Við eigum bara að vera nægjusamir eins og ég. Gamli tími var miklu betri heldur en þessi djöfusins vitleysir sem núna er. Já. Mikið betri. Svona það leyti sem þú varst að fæðast. Já, það var best tíminn. Það hugsa ég. En þú ert ekki neina vandræð með eldón í því og svona, eða hvernig? Jó, ég er í helvítis vandræðum með það. Er það? Ég geri það ekki nema einu sinni í viku. Bara einu sinni í viku? Já. Já. Og elda ég mikið. Og ég ættu mikið þá? Já. Já, er það ekki svolítið, ertu ekki alveg svolítið tómur í maganum svona eftir nokkra daga? Jú, þá fer ég elda. Þá ferðu elda, já? Já. Getur þá ekkert inn á milli svona? Nei, það... Enga mjólk, drekkur enga mjólk? Nei. Ekki neina? Nei. En kaffi þú? Það er voðalega lítið Já. sem ég drekka kaffið, ég drekk te. Þú drekkur te, já? Já. Svo ég er alltaf á kútnum. Já, ertu með smá kút? Já, hvað heldur þið? Undir rúminu? Jæja. Hvað heldur þið? Stutt að fara, ég liggur slang ofan í hann. Nei, það? Já. Ég má til mig að sjá það. Já. Þú verður að sína mér þetta. Það ger ég þegar þú kemur næst. Já. En margt fyrir öðru sem ætlað þegar við komum næst að hitta þennan óvenjulega mann, brunaði sjúkrabíll fram hjá Hrafnseyri og inn að Hjallkársheyri. Hákon hafði fengið hjartaáfall. Auðvitað var af og frá að fara að elta sjúkrabíl með myndavél á lofti, en hefði það verið gert, hefði óvenjuleg saga
fest á mynd. Sjúkrabíllinn tafðist nefnilega á 3. klukkustund inn á Hjallkársseyri vegna þess að Hákon vildi alls ekki láta flytja sig burt af staðnum. Að lokum lét hann til leiðast, skaust samt inn og stakk kindabissu fyrst í beltið en aftók með öllu að leggjast í sjúkrabörurnar. Niðurstaðan af öllu þrefunum varð sú að Hákon settist frammi hjá bílstjórunum en læknirinn lagðist í sjúkrakörfuna og þannig var brunnað til Ísafjarðar þar sem Hákon dvelur þegar þessi orð eru töluð. Honum heilsast eftir atvikum en hann verður að neita sér sinn veiðar, heyskap og útivist í fallega firðinum sínum í villta vestrinu.